Það eru leifturkraftar að verki vítt heim sem vinna við hlið fyrirtækja af öllum stærðum til þess að þau nái að hámarka getu sína. Þetta er gula leiftrið. DHL Express. Bjarni, fjórði leikluti, 13 stig rosalega seinar í gang. Er hann ykkar banabiti hérna? Já, engin spurning. Við vorum með leikinn svona henda okkar en Njarðvíkingar komu bara vel stendar í fjórða leikluta og sóttu grimmt í fráköst og annað og við töpum baráttunni bara dálítið þar, töpum leiknum dálítið í að við erum mikið að frákasta varnarlega. Þeir að leika þarna í 30 mínútur glæsilega vörn, það verður að halda Njarðvíkingum bara í ótrúlega lágu skori. Akkur fer varnarleikur nú skorðum í fjórða? Náðu þeir aldrei að berja þær aftur í gang? Sko varnarleikurinn í fjórða leikluta var að sumu leyti ekkert alls slæmur sko, en þær fá bara 3, 4, 5 sensa í hverju sókn og þá veist þú vinnur ekki, það er erfitt að vinna svoleiðis baráttu sko. Þannig við vorum að láta að taka erfið skot áfram í fjórða leikluta, mörg erfið skot sem voru að setja onni. En eins og svo var það líka bara að fá tækifæri til að skora aftur. Og það er erfitt. Til að verða Íslandsmeistara þá gefa augalegi, þið verðið að vinna leik hérna og sýndu þið að þið eru svona við það að finna lykilinn að því í kvöld? Já, við höfum alveg getið, eins og við sjálf, við höfum alveg getið unnið leik í kvöld, það er engin spurning. En við vitum það líka að þetta verður barátta. Við erum komum inn í sem fjórða liði í þessa keppni og erum að spila mútið bikarmeisturum og við vitum þær gefur ekkert eftir á heimavelli. En við höfum annars séns hérna, við þurfum bara heim á laugardaginn og laga 1-2 atriði og ná í sigur þar og koma svo bara aftur í næstu viku og vinna leik 3. Ertu ánægður með hvernig aðri leikmenn liðsins hafa stigið upp í fjarveru tveggja byrjunarliðsmanna, Írisar og Guðrúnar? Já sko þóttu við tapað þessu leik í kvöld og þá er ég gríðarlega ánægður með vinnuframlagið og það sem stelpunir að leggja í þennan leik. Þannig eins og ég segi, þetta er eitt atriði sem við erum að laga, allt annað er ég mjög stoltur af mínu liði. Það eru allar að leggja sig fram í þessu, það er enginn sem labbar hérna út á vellinum og hefur ekki gefið sitt, hvort sem við séum á bekknum með 1 mínútu eða 10 mínútur. Þannig lögum bara eins í varnarfrákost og þá erum við bara góðir onni.